En við erum, svolítið farin að spá svolítið í íþróttir og helgin síðasta búin að vera á þá leið og hér á línunni hjá mér, Gestur Einarsson frá Hæli. Góðan og blessaðan daginn. Já, góðan og blessaðan daginn. Jóhanna Guðrún náttúrulega að slá í gegn í fótbolta. Hvað segirðu? Jóhanna Guðrún að slá í gegn í fótbolta. Erum við ekki að tala um Eurovision? Hvernig getur hún gert það? Hún bara mætti á fótbolta daginn og hún var bara að segja í fótbolta. Nú, ok. Ég held hún var að koma það langt á leið. Já. Það þetta að segja, ófríska konu get ekki spila fótbolta? Já, maður veit ekki alveg samt í hversu miklu mæli, sko. Nei, hún var að taka víti. Já, þú meinar. Já. En hvað segirðu? Eigum við að byrja á leik helgarinnar? Já, þetta var æðislegt náttúrulega, Stjarnan Selfoss. Þetta náttúrulega fór ekki fram hjá henni í Sunnlendingi þannig ég þarf ekki að segja henni. Nei, þetta fór nú ekki fram hjá okkur. En þó þeir hefur nú ekki náða að sigra núna, þá segjum við allt þegar þrennt er. Já, allt þegar þrennt er. Það verður komið núna á næsta árið, þá verður það bikarinn yfir brúna í ósins fyrstu merkingu. Nákvæmlega. Það er ekkit annað. En það fór náttúrulega bikar yfir brúna svo sem helgina. Það er náttúrulega búið að vera alþjóðlegt rally og það voru menn að keppast að náttúrulega ná sér í bikar þar. Já. Í gegnum Selfossbæinn og gott betur en það, út alla trissur. Og það var þó nokkuð margir sem voru skráðir til leiks, bæði innlendir og svo eru erlendir þátttakendur líka, ekki? Já, og þetta var nú ég veit ekki, það voru allir í vandræðum bara með bílana sína og veltur og fleira og ég veit allan að ég held að eini maðurinn sem hafi aldrei þurft að láta pittstarfsmenninu sína gera nokkuð handtaka, það hafi verið lögvetningurinn Ólafur Ólafsson. Já, og sigraði hann eða? Já, hann lenti nú í 4. sæti í heildina en í öðru sæti í sínu flokki. Já. Hann fór allan örugt í mark. Það munaði 9 sekúndum. Já, þannig að þú ætlar að fara eitthvað eins yfir þetta í kvöld? Já, sjálfsögðu, það er ekki þetta. Svo eru torfærukappanir okkar, þeir eru að koma sér fyrir að fara út til Noregs núna, heimsmeistaramótið framöndan hjá þeim. Já. Og það er búið að vera mikið fjör á þeim að koma svo öllu þessu risa jeppum og varahlutum í gámana. Það er svolítið fyrirkomulega að gera það. Já, ég get vel trú á því. Já, en það er við verðum náttúrulega svolítið mikið í fótboltanum í kvöld. Við hefðum ekkert ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu, en það er bara leiðilegu fótbolti þar. Já, en býtu, ræddu við það hvað laugardaginn, hvaða liðið þú heldur með þar eða? Ræddu við það hvað laugardaginn? Já, nei, við förum bara ekkert út í það og solma bara. Ég held að bara allir sem halda með sínum liðum á Íslandi, þeir bara hafið tapað helgina. Nú, já, ok. Þannig en svo er náttúrulega 4 til karla, það verður nú aðal umræðinni í kvöld. Já. Í Bostonum, það er náttúrulega stórveldi Árborg að fara að spila náttúrulega seinni leik sem við vangi úp þessa morgun. Já. Og Guðjón Bjarni verður náttúrulega spjalli hjá okkur, Guðjón er náttúrulega þjálfari Árborgarliðsins. Leikurinn á laugardaginn, hann fór 1-1. Já, alveg hörkur leikur. Mistu Árborgar manni færri, mistu mann út af með rautt spjald. Nú. Já, þannig að þetta verður svaka veisla. Þetta liði, þetta Árborgarlið, þetta endar í Pepsi-deildinni árið 2020. Það var búið að lofa því í viðtali í fyrra. Já, Guðjón Bjarni sagði við mig viðtalið að þeir líta á það þannig að þeir var að spila í meistaradeildinni. Já, það er bara þannig. Já. Svo var náttúrulega heimsmeistarakeppnin í frjálsum og það er ekki hægt en að hringi stórmeistarana Sigurbjörn Árna sem ætlar að segja okkur meira frá því. Hann er búinn að vera alveg eins og ég veit ekki hvað má kalla hann eiginlega, en þetta er alveg skemmtilegasti lýsingamæður í heimi. Hann Sigurbjörn Árni, hann getur gert allt spennandi. Já. Þannig að hann náttúrulega er alveg stórglæsilegur í lýsingu sínum frjálsar íþróttir og þó maður hafi engan áhuga þess vegna að einhver ákveðni grein hann er að gera þetta spennandi. Það er alveg saman hvað íþrótt það er. Það er náttúrulega bara skemmtilegt. En svo náttúrulega er leikur hjá stelpunum aftur á morgun, reyndar í deildinni. Já, og það er á móti Blikum. Já, og þær eru í 3. sæti þar. Þessi leikur skiptir svolítið miklu máli. Já, mjög miklu máli og svo líka bara það að sína það að við getum unnið toppliðið líka. Nákvæmlega. Þannig að við erum ekkert síðra liðin þeir og ég er að vonast þess að Kjartan Björnsson fá að dæma þennan leik því að það var nú eitthvað grunsamleg dómgæslan þarna í fyrir leiknum. Já. Og þá töpuð eða fengur Selfoss stelpur mark á sig bara á mjög ósanngjarnan hátt.
Þannig að ég bara verður hreinskilin með það. Já, en svo það líka, ef að Blikarnir ná að vinna þennan leika morgun hér, að þá eru þær orðnar deildarmeistarar, það ekki? Já, við Selfyssingar verðum ekki að lifa þeim það. Nei, það verður að gefa allt í það. En það nú samt Sunnlendingur í liði Blika sjálfsögðu. Það varnarmaðurinn Guðrún Arnardóttir. Hún var alltaf leikmaður Selfoss og við náttúrulega sangliðumst henni allavega. Það engin spurning. Hún var leikmaður Selfoss og kom upp þaðan, þannig að það ekki hægt annað en að fagna henni. Svo kom alltaf fram í viðtali við þjálfara Blikana fyrir helgi að þeir byggust nú við því að Selfoss tæki leikinn á laugardaginn var. Já. En þetta var náttúrulega alveg ferlega leið. Náttúrulega Selfoss komust í 1-0 og maður svona einhvern veginn, maður vissi bara að síðustu 10 mínúturnar yrðu bara mjög erfiðar. Mér fannst seinna markið hjá Stjörnunni eiginlega bara, þetta var bara eitthvað svona fótagangur hérna eitthvað við markið og þetta var bara heppni fyrir mér þetta fórinn. Og auðvitað þurfti þetta að vera Sunnlendingur sem skoraði markið og skoruðu líka mörkin í þeirra og hún Harpa Þorsteinsdóttir. Það mun hún hafi búið hérna á Selfossi. Já, við þurfum bara að fara að fá þessar stelpur hérna aftur yfir. Já, það engin spurning. Það bara að fara að bjóða það miður. Nákvæmlega. Stemningin alveg frábær og lygileg og þetta alveg ótrúlega flott lið þetta Selfoss kvennalið og þetta bara lið ársins eins og í fyrra að mínu mati. Já. Hérna á Sunnurlandinu. En verður eitthvað meira af þættinum í kvöld? Ég man ekki núna í fljótu bragði því ég nú ekki með neitt annað heldur en kálfafóður og fleira núna fyrir fram að mig. Þannig að ég ekki með dagskrána. Þannig að það aldrei að vita nema eitthvað bætist við að venju. Það oft sem gerst það. Ég var nú ég man eftir því núna, ég var með skotíþróttir meðal annars á dagskrá. Já. Það heyri honum vinnir hann heitir Hákon sem var Íslandsmeistari frá Ölfusinu. Þannig að það verður allavega skotildið þáttur í kvöld og allavega verður lengur en 10? Nei, nú verð ég bara til 10. Nú, já. Ég þarf að hætta 10 og koma tímalega heim á því að það býður svolítið svona uppvask eftir helgina. Nú. Já. Þannig ég var búin að lofa því eftir kvöldmjastýra og eftir sportáttin að fara beint í uppvask. Já. Það er velið bálinn, gestur minn. Já, ég veit það. Ég rosalega velið bálinn og hlusta alltaf á. Ég var meira sá námskeiði núna helgina þar sem maður víst á að læra það að hlusta á konur. Og þú tekur eftir því núna að ég að hlusta vel. Já, ekki eftir að senda kallmenn bara svona ókeypis námskeið? Jú, það geta komið til mín. Svarið sem ég mun gefa þeim að segja já, við konuna. Já, gott mál. En það var samt allir að hafa skoðanir. Já, það er nefnilega máli. Þannig að það er fínt að segja bara já. En gaman að heyri þið gestur og skemmtilegt að heyra hvað fjölbreytt störf í gangi hér. Já, það er það mjög skemmtilegt. Ég veit að hlustendur hlakka til að heyri þér í kvöld. Já, sömuleiðis sem ég hlakka til þetta hér á hlustundu og endilega bara allar ábendingar vel þegnar eða eitthvað sem að fara fram hjá manni. Já, eitthvað sérstætt netfanga eða annað sem hægt að senda það á þig? Það hægt að senda á gestur@sport.is eða bara sportáttasíðunni á Facebook. Já, hvernig alveg fólk endriði til þess að senda þér, þú ert með vinabeinið, það er ekki lagsíða eða? Nei, það er bara vinabeinið. Það er vinabeinin. Já. Svo getið þið alltaf náttúrulega sendt bara post á 963@963.is. Það leitar þá til þína sjálfsögðu. Já, það er ekki spurning. Erum við gaman að heyra í þér og eða skemmtilega þátt í kvöld? Já, sömuleiðis og njótið einhvernar. Sömuleiðis. Herðu, ég vil að þú spilir stefi Suðurland FM sólin skínandi því að sólin að fara. Er hún að fara? Já, það er bara að spila stefi nokkru sinnum. Ég finn það. Já, takk fyrir. Allt er fína. Já, bless.